Konu sem lést í síðasta mánuði berast enn rukkanir frá smálánafyrirtæki. Systir hennar segir hana líklega ekki hafa uppfyllt skilyrði niðurfellingu. Konu sem lést í byrjun síðasta mánuði berast enn rukkanir frá smálánafyrirtæki. Systir hennar segir að þótt sjúkdómur í heila hafi dregið systur hennar út í vítahring smálána og svo til dauða, hefði hún líklega ekki uppfyllt skilyrði niðurfellingu lána. Karen Kjartansdóttir. Sólveig Björnsdóttir lést 9. október eftir langvinn veikindi sem meðal annars hefðu haft áhrif á dómgreind hennar og minni. Ingibjörg Rósa, systir Sólveigar, skrifar grein í Fréttablaðið í dag þar sem hún lýsir samskiptum systur sinnar við smálánafyrirtæki. Hvernig systir hennar reyndi í örvæntingu að fela vandræði sín með því að steypa sér í enn frekari skuldir. Hún var sjúklingur og fekk vírus í heila sem að breytti algjörlega hennar persónuleika og hegðun. Og þetta hefur sennilega byrjað í vor, þó höfum ekki uppgötvað það fyrir síðsumars. Og þá var hún búin að taka svo mikið af smálánum, upphafi náttúrulega bara eitthvað smátteri, en svo fór að taka lán til þess að borga önnur lán og lenti í þessum vítahring sem svo margir eru örugglega í, og ég hef heyrt svo margar sögur, að þegar við uppgötum hvað hún er veik og hún er komin á sjúkrahús og þá eru smálánafyrirtækin að herja á hana líka og hreinsa út á reikningum hennar leið hún fær örorkubæturnar og þau eru ennþá rukkana. Hún dó 9. október og jarðarförin var 20. október og nýjasta SMS-ið er frá 24. október frá hraðbeiningum. Ingibjörg Rósa segir að fjölskyldan ætli sér ekki að greiða lánin og þurfi þess ekki. Hún óttast þó að fjölskyldur fólks sem enn á lífi séu í allt annari stöðu. Foreldrar vilji til dæmis ekki að börnin sín lenda á vanskilaskrá eða líði illa vegna vanskila og reyni því líklega að greiða af lánum fyrir þau. Smálánafyrirtækin hafa sagt að hægt sé að fella niður skuldir þeirra sem eru geðfatlaðir, framvísi þeir vottorðið geðlæknis. Ingibjörg Rósa segir að systir hennar hefði líklega ekki uppfyllt þau skilyrði, ekki frekar en margir aðrir sem hafa lent í snöru smálánafyrirtækja vegna veikinda eða fíknisjúkdóma. Nú liggur fyrir frumvarp á Alþingi þar sem hert að starfsemi smálánafyrirtækja og telur talsmaður þeirra að verði það samþykkt óbreytt gerir það fyrirtækjum ófært að starfa. Ég bara skora á Alþingi að samþykkja þetta frumvarp eins og það er, ekki fara að breyta í. Það er engin missir að þessum fyrirtækjum.